Brýnustu verkefnin eru að tryggja að hér sé virk samkeppni, það gefur augaleið. Ég tel mikilvægt að leiðbeinandi hlutverkið verði styrkt, að menn fái samtal, að það verði samtal á milli samkeppniseftirlitsins og atvinnulífsins það hvernig við getum best komið á hér einföldu, skilvirku regluverki sem að tryggir það að við náum þeim markmiðum sem að við viljum. Við erum ekki neitt sérstaklega mörg Íslendingar, þetta fámenn þjóð, þannig að við munum alltaf glíma við ákveðna fákeppni. Það verkefnið að passa upp á að allir hafi sömu tækifæri á markaði til þess að keppa, jafnvel þó að það sé fákeppnismarkað að ræða. Ég tel að eitt af brýnustu verkefnum eftirlitsins sé að auka forvirkni í aðgerðum sínum, til dæmis með útgáfu bindandi álita álitamál sem fyrirtæki standa frammi fyrir. Ég held að það væri mjög góð bragarbót á stofnuninni og myndi gera samkeppnisumhverfi skilvirkara. Ég held líka að það sé gríðarlega mikilvægt að eftirliti beiti sér harðar, til dæmis hvað varðar eignarhald banka, beint eða óbeint á atvinnufyrirtækjum. Það er alveg ljóst að eftir efnahagshrun hér mjög stórt atriði að ræða og í mörgum tilvikum það svo að bankar eiga kannski ekki fyrirtæki formlega en hafa svokölluð skuggayfirráð yfir fyrirtækjum. Það auðvitað gerir það að verkum að staða fyrirtækja í samkeppni við slík fyrirtæki getur verið mjög ósanngjörn og þess vegna mjög mikilvægt að samkeppniseftirlit hafi heimildir til þess að bregðast við svona stöðu og eftirlit þarf að laga löggjöf fjármálafyrirtæki að þessari staðreynd. Svo verður auðvitað að geta þess að samkeppniseftirlitið í ákveðnum vanda þegar kemur að því að beita sér í samkeppni opinberra aðila við einkaaðila og við teljum að leikreglunar hvað þetta varðar þurfi að vera skýrari vegna þess að það algjört grundvallaratriði að þar sem að hið opinbera í starfsemi í samkeppni við einkaaðila þá verður það að vera hafið yfir allan vafa að það sé gert á eðlilegum forsendum þannig að samkeppni og vöxtur markaðarins sé þess eðlis að hún skapi hér hagvöxt og aukna hagsæld. Brýnustu verkefni samkeppniseftirlitsins nú stundir að mínu mati að koma á eðlilegri bankastarfsemi á Íslandi. Það að mínu mati algjörlega óeðlilegt að bankar og slitastjórnir skuli eiga risastór gjaldþrota fyrirtæki, jafnvel markaðsráðandi fyrirtæki. Það skekkir að mínu mati algjörlega samkeppnismarkað á Íslandi og það þarf raunverulega að tryggja að slík fyrirtæki sé ekki í eigu banka eða slitastjórna nema mjög skamman tíma. Mikilvægt þætti mér að það væri svona umræðan eða samræðan væri jafnvel tekin aðeins á annað plan og enn lengra. Það er mjög áhugavert og jákvætt að vera til dæmis með ráðstefnu þar sem svona einhver samræður eiga sér stað. En ef það væri hægt að ná þessu aðeins lengra inn í mögulega einstök mál eða málaflokka. Ég held að kannski þetta bæði brýnt og líka að þessi langtíma verkefni að samkeppniseftirlitið standi ekki eitt kannski í stríðinu virka samkeppni og samkeppnislögin heldur sé eitthvað sem að ég myndi vilja kalla að búa til meira heildræna nálgun á samkeppnisumhverfi og samkeppnislögin og það sem ég á við þar að draga fleiri aðila að því máli að standa vörð samkeppni og þar á við þá fyrst og fremst stjórnvöld og atvinnulífið sjálft. Bankahrunið hafði víðtæk áhrif á samkeppni hér á landi og það verður að viðurkennast að við erum enn að glíma við afleiðingar þess. Við höfum skakkan samkeppnismarkað á sumum sviðum, fyrirtæki sem að keppa á markaði við önnur fyrirtæki sama geira sem hafa verið fjármögnuð af fjármálafyrirtækjunum. Það verður að viðurkennast að við erum ekki komin út á enda með þetta og ég tel mjög mikilvægt að við spýtum í lófana og ljúkum við að koma hér á eins virkri samkeppni og lagfæra þessa stöðu sem að við höfum verið að glíma við frá hruni. Eðli máls samkvæmt að þá hafði það að sjálfsögðu verulega áhrif á samkeppni. Það varð auðvitað hrun, fækkun fyrirtækja, erfiðleikar hjá fyrirtækjum og breytt eignarhald og svo framvegis og það hefur að sjálfsögðu áhrif þegar slíkt gerist en það þá verkefnið að vinna sig aftur inn á svona eðlilega braut þannig að samkeppni verði eðlilega á nýjan leik.
ég held að samtök í atvinnulífinu gerir sér fulla grein fyrir því að undirstaða fyrir verðmætasköpun og þar með talið lífskjör í landinu verður að vera virk samkeppni. En ég held að þessi samtök geti, eins og margir aðrir sem fjalla samkeppnismál, gert betur í því að halda umræðu málaflokkinn á lofti og fræðslu innan sinna raða. Ég held að það megi alveg vera meiri umræða þessi mál á þeim vettvangi, vegna þess að það umræða mörg önnur málaflokka sem kannski ekki jafn mikilvæg. Ég þeirra skoðunar við getum alltaf gert betur, hvort sem það er gert á grundvelli samtaka, atvinnulífs og eða einhverja annara. Ég vil bara meina það að markaðurinn almennt leitar inn á eðlilega brautir út frá skýrum leikreglum og samtök, hvort sem það eru samtök atvinnurekenda eða stofnana, eiga að stuðla að því að það sé sem skýrast og bestu umhverfi, þannig að eðlileg samkeppni geti verið til staðar alltaf. Eðli máls samkvæmt þá held ég að samtök í atvinnulífinu séu mjög lituð af þeim fyrirtækjum sem þau mynda. Já, til dæmis á fákeppnismarkaði þá má nú reikna með því að slík samtök hugsi meira að tryggja hagsmuni þeirra sem eru í greininni heldur en að horfa til samkeppnissjónarmiða. Varðandi hvað þau geta gert betur, þá held ég að þau þurfa að tryggja að horft sé til samkeppnissjónarmiða og að menn tryggi að minni aðilar á markaði verði ekki út undan. Á síðustu misserum að þá hafa menn svona í atvinnulífinu opnað augun svolítið fyrir því og þeim hefur verið kynnt það og almennt vel tekið að fókusin ætti að vera meira á því að koma í veg fyrir samkeppnislega brot og bara svona gæta fylgni við lög og það ýmist tæki og tól sem til eru í því sambandi. Og þetta hafa allavega sumhver fyrirtæki svona tekið upp og innleitt. Þannig að fókusinn verður meira á það að koma í veg fyrir möguleg brot heldur en að vera svona að vinna úr einhverjum málum sem þegar eru upp komin. Samtök í atvinnulífinu, ég held að það allavega víða eru menn líka þar farnir að átta sig á þessu að það eru mjög mikilvægt að fókusin sé í rauninni á svona forvörnum, ef maður getur kallað sem svo. En betur má ef duga skal og ég held að það sé eitthvað sem væri mjög gagnlegt að væri enn meiri fókus á hjá samtökum í atvinnulífinu að horfa til þessa. Þetta held ég að geti verið svona góður fókuspunktur fyrir samtök í atvinnulífinu að vinna út frá. Samtök í atvinnulífinu hafa ekki skipt sér mikið af samkeppnislega brotum. Þeir hafa í mesta lagi gefið út hljóðlátar yfirlýsingar að þeir vilja ekki samkeppnislega brot. Vandinn þeirra að stóru fjársterku markaðsráðandi aðilarnir, þeir hafa mikil áhrif innan þessara samtaka. Þessir aðilar hafa beitt sig fyrir því að samtökin skipti sér ekki af samkeppnislega brotum. Í fyrra gaf Samtök atvinnulífsins til dæmis út skýrslu með ráðleggingum til stjórnvalda. Einhverjar af þessum tillögum sem þar kom fram voru hreinlega í hag þeirra sem brjóta samkeppnislögin. Kortaþjónustan mótmælti þessum ráðleggingum og þessari skýrslu formlega. Okkur þykir meira ástæða til þess að herða samkeppnislög heldur en að slaka á þeim. Ef samtök myndi taka samkeppnismál alvarlega, þá gæti þeir gripið til ýmsa ráða. Þeir gætu takmarkað atkvæðafrelsi þessar samkeppnislaga brjóta í sínum samtökum. Þeir gætu líka setti reglur að forsvarsmenn þessara fyrirtækja fengju ekki að sitja í ráðum, nefndum eða stjórnum. Það er ekki til neitt slíkt. Þess vegna yfirlýsingar samtaka ekki hægt að sjá annað en það sé bara orðin tóm. Það er auðvitað alltaf þægilegast að tala út frá okkur sjálfum. Það sem við höfum lagt áherslu á í gegnum tíðina er auðvitað að samkeppni sé virk og markaðsumhverfi sé sem eðlilegast í því samhengi sem á við. Og við
höfum líka lagt á það ríka áherslu sem að skiptir miklu máli í samkeppni að smærri aðilinn upplifi að leikreglur séu sanngjarnar og hann eigi sanngjarna möguleika í samkeppni jafnvel við stærri aðila. Þetta sé mjög mikilvægt á Íslandi og sérstaklega eftir efnahagshrun. Hvað varðar okkur hjá félagi atvinnurekenda, það var alveg ljóst að við höfum lagt áherslu á samkeppni og að samkeppnisumhverfi sé sem eðlilegast á hverjum tíma og það speglast líka í því að við höfum haft mikinn áhuga á því að það sé meiri umræða smærri fyrirtækin og samkeppnislega stöðu þeirra í samkeppni við stærri aðila. Þetta er gríðarlega mikilvægt atriði til þess að örva hagvöxt og eðlilega samkeppni. Þess vegna höfum við viljað berjast sérstaklega fyrir þessu. Nú hvað varðar almenna umræðu og hagsmunasamtök atvinnulífinu þá held ég að það verði að horfa á það að við séum kannski opnari. Það er auðvitað oft erfitt að tala samkeppnismál á Íslandi einfaldlega vegna þess að það eru svo margir markaðir sem eru því margir brenndir að það er annaðhvort markaðsráðandi aðili starfandi eða ákveðið fákeppnisástand að ræða. En það breytir ekki því að við eigum að stuðla að opinni umræðu samkeppnismálin til þess einmitt að tryggja að allir leikendur á markaði átti sig á stöðunni og útkoman sé sem best fyrir bæði neytendur og þar með auðvitað fyrir fyrirtækin og efnahagslífið í heild. Í mínum huga finnst mér að það þurfi að vera einfallega skýr rammi fyrir atvinnulífið samkeppnismál og síðan á markaðurinn að leysa það og í framhaldinu þá hið opinbera með eftirlit að fyrirtæki og stofnanir sé ekki að brjóta samkeppnislög. Í mínum huga þarf að setja upp skýrar leikreglur, fyrirtækin þurfa að fara eftir því og síðan höfum við þá samkeppnisstofnun til þess að fylgja því eftir að við séum innan þessara ramma. En ég er þeirrar skoðunar að hinn frjálsi markaður á að leysa samkeppnismál og í eðli sínu sé í raun samkeppnin í þessu frelsi innan skýrra leikreglna. Með stjórnvöldum skilja átt sig við mögulega annars vegar löggjafann og hins vegar framkvæmdarvaldið og ef ég horfi til löggjafans þá held ég með að segja að hér hafi tekist ágætlega til, það hafi verið sett hér samkeppnislög sem að hafa í sjálfu sér þeim hefur verið framfylgt svo. Þannig að ég held að á því sviði hafi ágætlega verið haldið utan þetta allt saman og svo þetta reglur sem eru meira og minna byggðar á Evrópusambands og EES-regluverkinu þannig að það er svo sem ekkert nýtt hér. Hvað varðar framkvæmdarvaldið þá held ég líka að ágætlega hafi verið staðið að verki. Það er hér og auðvitað lögum samkvæmt starfandi eftirlitsaðili og svo áfrýjunarnefndin og þannig að ég held í sjálfu sér að það sé lítið svona út á það að setja hvernig þetta hefur verið gert. Ég held að það þurfi alltaf að minna hið opinbera á að mikilvægi þess að horft sé til samkeppnissjónarmiða í lagasetningu þannig að menn vandi sig og reyni eftir bestu getu að tryggja að samkeppnissjónarmið sé höfð í heiðri. Hvað mætti ríkið gera betur? Ég held að í því sambandi verður ríkið að bæta sig í því að skilgreina hvaða hluta af opinberri þjónustu eiga að vera á samkeppnismarkaði og hvaða hlutar eiga að vera framkvæmdir af ríkið eða sveitarfélögum. Það er mjög mikilvægt. Einnig held ég að ríkið verði að horfa betur til samkeppnissjónarmiða við uppsetningu á útboðum. Þar tel ég nokkuð skort á. Ég held að það skiptir miklu máli að átta sig á því að samkeppnistjón eru kostnaður fyrir samfélagið allt og þess vegna held ég að sé augljóst að það þarf að huga mun betur að því að þegar að sett eru ný lög, nýja reglugerðir og annað þess háttar, það sé ofar á forgangslista stjórnvalda að huga að samkeppnisáhrifum þessara mála og þetta á sérstaklega auðvitað við á þeim sviðum það sem að hið opinbera er ráðandi hvað varðar samkeppni, annaðhvort sjálft í rekstri á viðkomandi markaði eða gegnir lykilhlutverki í eftirliti. Þannig ég held að sé alveg klárt að það þarf að huga mun betur að því að fá inn í löggjöf og reglugerðir meira mat á samkeppnislegum áhrifum þeirra breytingar sem stjórnvöld vilja gera hverju sinni, hvort sem er að ræða skattamál eða breytingar til dæmis sem varða umgjörð heilbrigðismála, menntamála eða tryggingar milli færslna. Við getum alltaf gert betur og það er mjög mikilvægt að við séum alltaf vel vakandi en það er ekki bara stjórnvöld,
heldur þurfum við að passa upp á það að bæði atvinnulífið, stjórnvöld og almenningur sem neytendur á markaði að við leggjumst öll á eitt við að tryggja það að hér sé virk samkeppni. Vegna þess að það er okkar allra hagur. Við þurfum að koma málum þannig fyrir að við höfum og sjáum öll þann hag sem við höfum af því að hér sé gott samkeppnisumhverfi. Stjórnvöld búa til ramman, regluverkið sem að atvinnulífið þrífst inn í og það er mikilvægt að það sé einfalt og skilvirkt og síðan að við höfum þau tæki til þess að grípa inn í ef að menn gerast brotlegir við lögin. Það hefur því miður ekki verið á dagskrá stjórnvalda að vera vakandi yfir samkeppnishindrunum. Stjórnvöld hafa ekki heldur gert samkeppniseftirlitinu starfsemi sína auðveldari. Samkeppniseftirlitið hefur varla náð að sinna þeim kvörtunum sem þeim berast. Eins og staðan er í dag til dæmis, þá getur hreinlega borgað sig að brjóta samkeppnislög. Líkunar á því að fyrirtækin eru gripin eða að málin séu tekin fyrir eru mjög litlar. Og ef þau eru tekin fyrir, þá tekur afgreiðsla málsins mjög langa tíma, mörg árstundum. Sá tími er í hag þess sem er að brjóta lögin og í óhag þess sem brotið er á. Það er alveg óvíst að sá aðili lifi af. Það er því mjög brýnt fyrir stjórnvöld að tryggja örari afgreiðslu mála. Og mér finnst það ætti að vera krafa að hámarkstími fyrir afgreiðslu mála ætti að vera 3 mánuðir. Við höfum talið að samkeppniseftirlitið hafi staðið sig afskaplega vel þegar það kemur að til dæmis greiningu á mörkuðum, útgáfu efnis sem að varða það og fleira þess áttar. Það hefur verið unnið ákaflega vel og að metnaði af eftirlitinu. Varðandi það hvað samkeppniseftirlitið getur bætt, að þá höfum við lagt á það ríka áherslu að það sé svona meiri forvirkni í starfsemi eftirlitsins. Við höfum beitt okkur fyrir því að tekið séu til dæmis upp bindandi álit á samkeppnislegum atriðum. Við teljum að slíkt myndi ekki bara nýtast stærri aðilum, heldur miklu frekar smærri aðilum. Við teljum líka að í anda þeirra upplýsingagjafa sem eftirlitið hefur haft varðandi skýrslugjöf og fleira, að þá sé það mjög ákjósanlegt að eftirlitið gangi lengra í að vera leiðbeinandi til dæmis varðandi skilgreiningu markaða og þess áttar, sem eru auðvitað eilíft það sem að fyrirtæki eru að horfa á þegar þau eru að meta sína samkeppnislegu stöðu. Samkeppniseftirlitið hefur gert margt gott, sérstaklega með tillit til takmarkaðra fjárveitinga. Fyrirtæki mitt, Kortaþjónustan hf, væri til dæmis ekki lifandi í dag hefði Samkeppniseftirlitið ekki gripið inn í ráðagerðir Valitors og Borgunar við að kaffara fyrirtæki mitt og koma þau út á markaðinn. En hins vegar þá verður Samkeppniseftirlitið að vísa samkeppnislagabrotum til lögreglu, til frekari rannsóknar og til þess að lögreglan geti þá sótt ábyrgðaraðila til saka. Þetta á ekki bara við samráðsmál, heldur öll samkeppnismál. Samkvæmt hlutafélagalögum þá bera stjórnarmenn og framkvæmdastjórar ábyrgð á starfsemi fyrirtækja. Þessir aðilar eiga að bera ábyrgð á samkeppnislagabrotum fyrirtækja sinna og þeir eiga að sæta sektum og fara í fangelsi í samræmi við brotin. Og það skiptir engu máli hvort að þessir aðilar eiga beina aðild að brotum eða hvort þeir hafa yfir höfuð vitneskju þau. Þeir eru ábyrgir. Samkeppniseftirlitið að mínu viti er í rauninni skilvirkt stjórnvald, vinnur ítarlega úr málum og kemur frá sér flóknum og miklum ákvörðunum. Þannig að ég held að miða við þann fjölda sem það starfar að þá hljóti það að teljast skilvirkt stjórnvald. Gott dæmi heimasíðu stjórnvalds er heimasíða Samkeppniseftirlitsins. Mjög aðgengileg, mjög upplýsandi og það er eiginlega bæði þeir sem eitthvað þekkja til og þeir sem minna þekkja til eða nánast ekkert sem geta nýtt sér hana. Það sem ég myndi gjarna vilja sjá meira af er að Samkeppniseftirlitið væri líka tilbúið í svona opnari umræður jafnvel í einstökum málum og við einstök fyrirtæki. Nú veit ég það að það eru stjórnsýslulög og stjórnsýslureglur sem þarf að fylgja, sem að setja þessu svona einhver mörk. En það væri mjög gagnlegt
held ég fyrir bara almennt eftirfylgni við samkeppnislög að það væri hægt að oft á tíðum að vera aðeins í opnari umræðu. Ég held að Samkeppniseftirlitið sinni hlutverki sínu nokkuð vel. Að mínu mati hafa þeir verið mjög duglegir í því að skoða samkeppnismarkað á Íslandi og birta það greinargóða lýsingar, bæði stöðuna og horfur og jafnvel með samanburði við önnur lönd. Það finnst mér þeir gera mjög vel. Einnig tel ég að rannsóknir þeirra mála sem að ég fylgst með hjá Samkeppniseftirlitinu hafa verið mjög vandaðar. Nú gagnvart því hvað þeir geta gert betur, þá það algjörlega óásættanlegt að rannsóknir á markaðsbrotum eða alvarlegum samkeppnisbrotum skuli taka 4 til 5 ár til að fá niðurstöðu. Það allt of langur tími og gagnvart til dæmis ungum fyrirtækjum, þá það vonlaust að það heldur það enginn út svo lengi. Þannig að mínum að þyrfti Samkeppniseftirlitið að reyna að hraða meðferð mála. Sem betur fer margt breytt frá því sem var hér á árum áður og á undanförnum árum og áratugum hefur ríkisvaldi verið að draga sig úr margvíslegum atvinnurekstri, þannig að það er sannarlega jákvæð þróun þar. Hins vegar margt enn eftir óunnið og við þurfum stöðugt að vera á tánum og gera betur. Ég kem úr stjórnmálaflokki sem að stendur fyrir frelsi, hefur það að leiðarljósi í sinni hugmyndafræði, þannig að virk samkeppni sannarlega þar lykilþáttur og við þurfum að tryggja að hún megi verða sem best hér á landi. Mér finnst vera svolítið einkennandi að fjársterkir og markaðsráðandi aðilar svífast einskis til að verja stöðu sína. Þessi fyrirtæki, þau brjóta samkeppnislög og þeir gera það ekki bara einu sinni, heldur þeir gera það ítrekað. Og það algjörlega óásættanlegt að þessi fyrirtæki láti sem þau þekki ekki samkeppnislög. Stjórnendur þessa fyrirtækja, þeir virðast ákveða bara að taka sénsinn, láta vaða, brjóta lögin, sjá til hvort þeir eru gripnir og ef uppkemst brotið vona að sektirnar séu lægri heldur en ávinningurinn hefur verið af brotunum. Og þessi áhætta hefur því miður oft verið þess virði. Samkeppnin, hún hefur liðið fyrir það að Samkeppniseftirlitið fjársvelt. Þetta hefur lýst sig í því að Samkeppniseftirlitið hefur þurft að forgangsraða málum stíft og afgreiðsla mála hefur tekið talsvert langan tíma, oft mörg ár. Ég get því ekki sagt að þessi málaflokkur hafi þróast nægilega vel á okkar litla markaði. Mér finnst að samkeppni hafi aukist verulega á síðustu 20 árum. Ég held að kannski almenningur gerir sig ekki almennilega grein fyrir því þegar menn að horfa tilbaka. En fyrir 20 árum síðan þá vorum við með 2 stóra blokki sem að drottnuðu svolítið yfir viðskiptalífinu, kennda við sambandið og kolkrabbann. Ég held að síðan þá höfum við séð aukningu í samkeppni á mörgum sviðum. Við getum bara nefnt fjarskipti, flugsamgöngur, smásölu, tryggingar og fleiri greinar atvinnulífsins. Mér finnst hún að þróast á jákvæðan hátt. Ég hef trú á því að samkeppni þurfa að vera til staðar, hún þurfa að vera öflug og sterk, heiðarleg auðvitað hjá fyrirtækjum og milli fyrirtækja, en mér finnst að á ýmsan hátt höfum við verið á réttri leið.